Komið sæl. Við sjáum hér radarmynd frá Keflavík og við sjáum ansi gott merki hér suðvestur af landinu og þetta sem sagt frekar óstöðugt svona skúrabakki í þessu og ekkert ólíklegt að fylgi einhverjar eldingar með og búið að vera eldingar að mælast þarna á þessu svæði í allan dag en þetta sem sagt að nokkur hraðri leið til norðurs og fer yfir í kvöld. Þessi mynd þá frá klukkan 17:35. Og sem sagt það var allhvass eða hvass vindur víða á landinu og svona skúraleiðingar en það verður áfram lægðagangur næstu daga í þessu sem sagt lægðirnar koma hér í stríðum straumum yfir landið næstu daga og það sem sagt út af þessari stóru hæð hér sem að ræður ríkjum í Evrópu og beinir til okkar lægðunum næstu daga. Við sjáum á hitasviðinu að það er búið að hlýna mikið og það hitinn náð alveg vel yfir 10 gráðurnar sums staðar á norður- og austurlandi. En á laugardaginn þá koma kuldaskil yfir og þá kólnar nú svona tíma en síðan nú stutt í næstu lægð og hlýindi. Þetta þá staðan klukkan 18, það sem sagt var hvassast hérna vestan til landinu og það má nefna að það mikill öldugangur við landið og spár að reikna með alveg 13-14 metra ölduhæð út á miðum og djúpum en sem sagt við ströndina svona eitthvað 8 metra og verður áfram í kvöld. Þróunin sem sagt þá fram á kvöldi það svona dregur smá saman úr vindi og lægir í kvöld og nótt, í nótt aðalega. En síðan koma ný skil inn á landið og það fyrir að rigna suðaustan til og sérstaklega þá talsverð úrkoma þar en skilin fara svo yfir og þyknar upp og verður víða úrkoma í flestum landshlutum. Lægðin komin hér upp að landi við suðurströndina. Verður svona víða strekkingsvindur, allhvass vindur í þessu, svona suðlægur hér suðaustan til en svona austlægur og norðaustlægur hér norðvestan til og vestan til og hitatölur eru svona yfirleitt á bilinu 2-3 upp í alveg 10 gráður, það sem best lætur. Þessi lægð heldur leið sinni áfram svo svona þræðir hér vesturströnd landsins seinni partinn á morgun og kemur með svona hvassa sunnanátt og sérstaklega þá á norður- og norðausturlandi seinni partinn og þá munu sem sagt taka í gildi gular viðvaranir vegna vinds og það verður sem sagt byljótt og jafnvel að hviður að fara upp í 40 metra á sekúndu víða sem sagt á norður- og austurlandi seinni partinn á morgun og fram á kvöldið. Þessar gula viðvaranir munu gilda allt kvöldið og síðan sem sagt annað kvöld sem sagt eftir miðnætti þá detta út. Sem sagt það sem sagt víða svona skúrir í þessu en það svona hætti að haldast þurrt svona mestu norðaustan til. Síðan heldur þessi leið sinni áfram og það lægir en síðan koma næstu skil aðfarnótt laugardags með úrkomu sérstaklega á suðausturlandi og síðan verður hann suðlægari og svona frekar skúrakendari en áfram á norður- og norðausturlandi þar svona þurrt að kalla í þessu og við sjáum að það allhvass eða hvass vindur í þessu og skúrir sunnan og vestan til. Hitinn svona svipað, breytist ekki mikið svona þegar hann kominn fram á daginn, það kólnar svolítið kannski aðfarnótt laugardags tíma en síðan sjáum við það verður svona svolítið hvass þegar líður á laugardaginn sérstaklega þegar hann fer að halla sér í suðvestanátt og nokkuð byljótt en aðfarnótt sunnudags lægir svo aftur en síðan kemur svo sunnudagslægðin svona seint á sunnudegi það svona byrjar ágætlega svona rólega dagurinn en síðan þykknar upp og hvessir af austri og sérstaklega á sunnan til fyrst og með rigningu. Og ef við höldum svo áfram að þá á mánudaginn þá svona styttur upp og stund milli stríða en síðan halda lægðirnar áfram að gangi yfir landið og svo kannski þegar líður á næstu viku þá gæti nú farið að halla sér í norðanátt ef líkum lætur. En við látum þetta gott heita í bili, verið sæl.